Næstu helgi fer fram hér á Akureyri Local Food Festival sem norrlensk matarhátíð og þá nú aldeilis ekki úr vegi að velta aðeins fyrir sér norrlenskri matarmenningu. Hann hjá mér hann Halli kokkur og við erum hérna í listigarðinum með allt til alls. Svona haustpiknik. Akkurat, það ekki oft sem að fyrir svoleiðis. Nei. Hvað segirðu mér af norrlenskri matarmenningu? Hún mjög frábrugðin matarmenningu annara landshluta? Í sjálfu sér ekki. Þetta lítið land, lítið eyja sem við búum á. Og vissulega hafa héruðin svolítið svona tekið sín einkenni og eiga kannski meira í mjólkurframleiðslu eða meira í lambakjötinu. En hérna á Norðurlandi þá held ég svona á þess að móðga mjög marga bara eitt gjöfulegasta landbúnaðarsvæði landsins. Við neytendur og við kokkarnir, við búum náttúrulega við þann lúxus að hér nánast allt framleitt. Já. Ef við viljum hugsa lokal, þá þurfum við ekki að fara neitt. Allt frá Húnavatnssýslum og Skagafjörðurinn, náttúrulega moldríkt svæði eins og Eyjafjörðurinn og allt hérna í kring. Væri hægt sem sagt að útbúa alveg bara frábæran disk úr öllum fæðuflokkum, bara hérna úr héraði? Ég vil meina það. Ég nú sko frá því að þú hringdir í mig og plataði mig hingað, að þá fór ég heim í ísskápinn minn og hér hann kominn. Akkurat. Ég svolítið frá því að ég svona fór að læra bara matreiðslu og síður að vinna sem kokkur á veitingastöðum, þá hefur mér verið hugleikið náttúrulega mitt heima hérað og síðan held ég bara frá útskrift að þá hef ég alltaf átt kjaft fullan ísskáp, ekki bara í vinnunni, heldur líka heima af þessu frábæra hráefni. Já, þetta nú töluvert ólíkt svona hráefninu sem í mínum ísskáp allavega. Já. En við gætum kannski fleiri tekið okkur þetta til fyrirmyndar og bara verslað meira úr héraði. Hér í rauninni engin geimvísindi á ferð. Nei. Og ef við hlaupum nú yfir það sem ég týndi til, að þegar ég að horfa á sjónvarpið, maður fer nú ekki út á vídeólegu lengur, Nei. að þá ég ekkert í þessum flugum eða ég fæ mér svona kryddpylsu. Þessi frá norrlenska og náttúrulega framleidd bara niður á Eyri. Tala nú ekki með öli, frábær ölpylsa. Mjög gott. Svo eru náttúrulega bara vinir mínir hérna svolítið, framleiðendurnir. Þarna nú eitthvað sem maður svona kannast við. Það bara slátur, Já. lifrarpylsa. Og ég ímyndaði mér nú bara að ég væri til dæmis að fá gesti. Ég opnaði ísskápinn og ég hafði ekki tíma til að fara til búð. Og hvað kom? Það kom slátur og svo núna síðustu helgi gerði ég rabarbarasöldu. Já. Úr rabarbaranum úr garðinum mínum. Ég á pínlítið horn þar sem að ég bæði með grænan og rauðan. Þetta þessi rauði og ég svindlaði hann á pínu. Ég setti pínlítið chili og rauðan pipar. Ég gaf þessu örlítinn hita. Nú, svo ostbitinn sem ég fann var tindur frá Sauðárkróki. Svona óðalstindur sem búinn að geymast aðeins lengur, fá aðeins meira bragð og það verður mýkra. Það verður svona miklu breiðara bragð. Nú, félagi minn skaut gæs hérna út í Höfðahverfi og Siggi vinur minn færði mér bara bringur daginn. Já. Nú, ég vissi ekkert hvað ég átti að gera við þetta. Þetta var svona aðeins verið að þvælast fyrir mér í ísskápnum. En ég gróf þær bara. Ég bjó bara til mína kryddblöndu úr góðum þurrkryddum og gróf bara þessa gæsabringu frá honum Sigga. Og þetta á vel við ostinn? Já, ostur, ristað brauð og þessi grafna gæs sem svona svolítið mikið krydd á henni hjá mér. Nú, við náðum einni bleikju upp úr Eyjafjarðaráni. Já. Það nú verið svona down tímabil í bleikju þar, en hún víst að lifna við aftur. Og var á Kotasælunni sem framleidd bara hérna hjá MS Akureyri. Þetta almennilegt. Og ristað brauð frá einu elsta bakarí landsins, Kristjáns bakarí. Já, við Það má nú ekki gleyma þessum gamalgrónum sem svolítið hverfa bara í
í fjöldan eru búin að vera þarna í 100 ár eins og Kristjánsbakari. Fjallalamb á Kópaskeri, ég átti einn bita af æringja, grafinn ærvöðvi. Já. Nú önnur sulta, ég gerði svona bláberja tjötni og það eru bara bláber og ég sauði ekki alveg niður í mauk. Fékkstu bláber í ár? Já, þau voru nú ekki mörg. Nei. Og gúrka, það eru frábæra gúrkur til dæmis inn á Brúnulaug, hérna inn í Eyjafirði. Nú rúgbrauð, bakaði sjálfur og rjómaostur og reykt ísa frá honum Elvari vinni mínum, Reykjalín á Hauganesi. Svipar það eitthvað til, já, maður smakkar ekkert ofta reykta ísu, maður smakkar eitthvað reyktan silung eða lax. Þetta er nefnilega, sko, við erum með grafnableikju og allir hinnir fiskarnir, þeir virka alveg jafn vel eins og laxinn og bleikjan. Já. Þannig að þarna erum við bara aðeins að stríða þessu og fara aðeins út fyrir kassan og gera eitthvað skemmtilegt. Úr því sem er allt í kringum okkur. En er svona ofboðslega mikil framleiðsla hérna á þessu svæði? Þetta er brotbyrða. Það er, ef við grandskoðum málið, þá er svakalega mikil matvælaframleiðsla á þessu svæði á landinu. Og ég held að við gerum okkur kannski ekki, ég vil grein fyrir því hvað í raun þetta er mikið. Þetta skiptir sko þúsundum eða hundruðum þúsunda tonna á viku. Bara til dæmis það sem fer í gegnum stórfyrirtæki eins og Samherja og MS og Norrlenska og Kjarnafæði og þetta eru matvælaframleiðendur sem eru með gríðarlegar tölur. Þetta er eitthvað sem við bara svona, Jón og Gunnar, við bara gerum okkur ekki grein fyrir. Nei, akkurat. Og ég vil útflutningu líka. En eru kokkar ekki oft að keppast við að vera með einhverjum nýjungar og toppa hvern annan og kannski, já, flytja eitthvað inn, eitthvað sem að enginn hér hefur smakkað áður? Jú, en núna þegar allt er brjálað í þessum túrisma, þá eigum við Íslendingar náttúrulega aðeins að staldra við og af hverju eru útlendingar að koma til Íslands? Eru þeir hingað komnir til þess að borða hambúrgara og pizzur eða vilja þeir fá íslenskan mat að okkar hætti og upplifa Ísland? Og finnst þér þetta að vera að færast í aukana? Já, og þetta eru kannski þeir veitingastæðir sem að sækja hvað mest á Íslandi í dag, það eru þessir lokalstaðir. Já, mér langar allavega alveg svaklega mikið að smakka þetta snarl. Má ég það? Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fjólurnar fjúka og Finnbogi skiptir gír. Verðbólgan næðir hvera dali og hnjúka. Jón gamli tungu var búmaður mikill og dýr.